Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, mér langaði bara svona að fjalla þess það að mér finnst þetta mjög góð breyting og náttúrulega fyrst og fremst þar sem hún tilgreinir sko bæði kynin og þar að lenda ekki eins karllæg og stjórnarskráin hefur verið, en líka vegna þess að mér finnst þetta mikilvægt í því skyni að þetta sé eitthvað sem að við erum að segja við okkur sjálf og þetta sé eitthvað sem við innbyrðum. Þú veist að við séum ekki alltaf bara einhvern veginn að skipa eða eiga að gera eitthvað heldur að okkur þykir það eðlilegt að búa við mannréttindi og okkur þykir til dæmis í jafnræðisreglu að okkur sko við séum öll jöfnfrulegum, þú veist að við séum reyni að segja það sem heild og mér finnst það akkurat það sem mannréttindi snúast að geta sagt það og ég ekki alveg sammála með það að við bara hafa þetta í jafnræðisreglunni. Ég held að mér finnst það svona svolítið hálfkárlegt og ég ekki mikið fyrir svoleiðis, alveg bara allt ekkert sko. Og en þú veist þá ég að tala mannréttindakaflana. Ég er full trú á því að við getum gert textan með þessum hætti í að minnsta kosti þeim kafla og ég held að þetta klárlega að láta reyna á það þó það geti stundum orðið eitthvað flókið og svona við eigum alveg að geta fundið lausn á því. Ég held að þetta sé eitt af því sem að ef við gátum fundið lausn á því sem við höfum ræða hér í dag með kjördæmisskipan og kosningar þá getum við þetta og já það var svona aðalega þetta mér finnst líka mikilvægt að taka fram að þú veist að við reynum að ganga alla leið. Svo varst mér áhugavert Paveli varst að spyrja hverjir eru við. Þið varst ekkert mál að vita hverjir væru allir. Þannig að ég er svona alltaf fyrir mig akkur þá að það er orðið vandamál að vita hverjir eru við. Takk.